Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 48 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég var að pæla í vikunni, sem ég reyndar pæli nokkuð oft í, þannig séð. Þau ykkar sem að hafa fundið mig á iTalki sjá það í kynningarmyndbandinu mínu þar að ég tala að mér þykir viðfangsefnið tungumál nokkuð áhugavert, sérstaklega vegna þess að það að læra þau kennir manni óvart á sögu samfélagsins sem á þetta tungumál. Í þeim skilningi þá innan kynningarmyndbandsins þá á ég helst við það hvernig ákveðin tungumál eiga sameiginlega forsögu, þá eins og hvernig fornenska mikið lík íslenskunni, því að á þeim tíma voru tungumálin mjög mikið lík og því má finna fullt af sameiginlegum orðaforða á milli málanna. En þessi punktur sem að ég búinn að vera að spá í nýlega tengist þá einmitt sögu og sögu út frá málinu, en ekki vegna þess að það eru einhver sameiginleg orð milli einsmáls og annars, en það frekar að ná að sjá samfélagssögu og þá samfélagssögu Íslands í gegnum það hvaða orð eru ekki til innan íslenskunnar. Áður en ég held of langt áfram þá langar mig að biðjast afsökunar á hljóðinu í mér. Áður en ég byrjaði að taka þennan þátt upp þá var ég bókstaflega ekki búinn að segja eitt einasta orð, því ég mjög nývaknaður. Mér tókst ekki að taka upp þátt í gær þegar ég ætlaði að taka hann upp, vegna þess að það voru háværar framkvæmdir í gangi á hæðinni fyrir ofan mig. Þannig að á sirka 2 mínútna fresti þá heyrðist bor sem var svo hávær að hann hljómaði eins og hann væri inni í herberginu mínu og stundum jafnvel inni í hausnum á mér, og ég get ekki boðið ykkur upp á það. Þannig þess í stað ég að taka þennan þátt upp eldsnemma daginn eftir, áður en ég fer af stað með það annað sem ég þarf að gera í dag. En aftur að efninu. Ég nokkuð viss að þú skiljir hvað ég á við þegar að við erum að tala að sagan okkar falin í málinu okkar. Því það stundum sem það eru til mörg atriði sem að hægt að kynna sér og læra forsögu sína sem að við höfum kannski tapað eða gleymt í gegnum tíðina, því að ákveðin orð verða til í málinu okkar og svo hættir hluturinn kannski að vera til, en orðið helst. Yfirleitt þá myndu svona orð fá að deyja út, to go extinct, ef að við erum hætt að nota þau.
því að fyrirbærið er ekki lengur til eða við fórum að nota önnur orð fyrir það. En hvernig geta þá orðin ennþá verið í notkun þegar að við erum hægt að nota orðið? Það er þversögn hjá mér. Jú, það er vegna þess að við eigum nöfn sem að eru nefnd eftir þessum fyrirbærum. Því það eru mjög mörg eftirnöfn og það sérstaklega eftirnöfn innan enskunnar sem að voru starfsheiti á fyrri öldum sem að eru störf sem að eru annaðhvort ekki til lengur eða hafa fengið að þróast í og verða eitthvað annað. Fyrsta svona dæmi sem mér dettur í hug er nafnið Thatcher. Því það er mjög áhugaverð uppilifunar breyting á orðinu. Því þegar ég segi Thatcher í dag þá tengjum við orðið meira við einstakling eða jafnvel pólitíska hugsun. Þetta er ákveðin pólitísk stefna, mætti kalla það, kannski frekar að kalla það pólitíska hugmyndafræði. Nú verði ég að játa fáfræði mína á sviði stjórnmálafræði og efnahagsfræði, ef það er til. Því ég veit ekki hvað maður myndi kalla Thatcher politics eða Thatcher economics nákvæmlega á íslensku. En já, allavega þá er ég að sjálfsögðu að eiga við það sem við tengjum við Margaret Thatcher, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands. En þetta Thatcher er gamalt starfsheiti fyrir einstakling sem vann við að búa til þök og þá að búa til þök úr stráum. Það er eitthvað sem ég er bæði búin að sjá koma fólki á óvart og líka að fólk hreinlega veit þetta, en að það viti það þá sem hliðarstaðreind við hugmyndina að þetta sé eftirnafn. Þannig að þetta er einhvers konar fun fact. En það er fullt af svona nöfnum sem að finnast innan enskunnar. Eftirnafnið Cooper kemur frá þeim starfstitli að vera sá sem smíðar og býr til tunnur og aðrar öskjur til flutninga á ákveðnum vörum á miðöldum. Sum af þessum eftirnöfnum meika meiri sens og er ekki jafn langsótt að hugsa að þýði þetta sama, eins og til dæmis Glover er að sjálfsögðu einhver sem býr til hanska. Sawyer er ekki aðeins langsóttara en Glover, en Sawyer er þá einhver sem sagar timbur að atvinnu. Eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í en meikar fullkomin sens þegar ég sé þetta núna. Nafnið Webster, sem við í dag flest kannski tengjum við orðabækur, er auðvitað gamalt heiti fyrir einhvern sem býr til vefnaðarvöru sem vefur og fullt af svipuðum dæmum. Þetta er þá þegar að við höfum tapað merkingu orðs sem að hefur fengið að lifa áfram þrátt fyrir að starfið hefur dáið út. Þannig að í gegnum þessa lykla sem þessi nöfn eru, þá fáum við að sjá hvernig samfélagið okkar hefur verið þá og þá kannski hvernig við orðuðum hlutina þá. Það sem mér fannst nokkuð fyndið að pæla í vikunni var að pæla í því þegar að næstum því það öfuga gerist
innan íslenskunnar að við sjáum ákveðin orð sem við notuðum til þess að eiga við manneskjur og starfskrafta í erlendum málum sem að við hreinlega eigum ekki til á íslensku af því þeir voru aldrei til. Flest þessara starfa sem að koma mér til hugar þegar ég að pæla í þessu eru þjónustustörf sem við áttum aldrei af því að við tókum ekki þátt í jafn miklum lúxus þjónustu geira og aðrir í heiminum voru að gera í byrjun 20. aldar. Og nú ég að segja náttúrulega í byrjun 20. aldar. Það fullt búið að gerast í þróun heimsins bara á 19. öld og hvað þá á 18., 17., 16. öld jafnvel. Þá erum við komin með alveg frá endurreisninni og fram á tíman sem var fyrir 100 árum. En Ísland var það fátæk þjóð það lengi að við förum ekki að taka þátt í nútímanum almennilega fyrr en á 20. öld og þá hér bil miðja 20. öld. Þessi hugmynd kom upp þegar ég átti enga leið til þess að finna íslenskt orð sem þýðir það sama og starfið valet. Valet náttúrulega alls ekki enskt orð, annars væri það ekki borið fram á þennan máta. Það ekki mikið af þöglum téum innan enskunnar. Þá væri það valet, valet, en heitir valet. En þetta ákveðið þjónustustarf sem það starf að vera sá sem að tekur við lyklum á gestkomandi bíl sem leggur bílnum fyrir þig. Þannig að þú þurfir ekki að sóa þínum tíma í að leita að bílastæði og getur strax farið á einhvers konar hástéttar viðburð. Skráð þig inn á lúxus hótel, farið á veitingastað eða leiksýningu, óperu eða eitthvað þannig. Til þess að þetta starf geti verið til þarf að vera nógu mikið af nógu ríku fólki til þess að eiga nógu mikið af fínum bílum og til að láta þessar fáeinu mínútur sem maður missir við að leggja bílnum sínum skipta sig nógu miklu máli til að vilja borga einhverjum fyrir þá þjónustu að leggja bílnum fyrir þig. Íslenskt samfélag náði aldrei þessum stað, þannig að við eigum ekki orð fyrir valet. Reyndar ef við erum bara innan þessa hótel heims, þá finnum við fleiri orð sem að við náðum aldrei að tileinka okkur í íslenskunni, því að þessi lúxus þjónustu rekstur náði ekki fótfestu á Íslandi eins og hann gerði annars staðar í heiminum. Þá ekki fyrr en of seint og þá fóru þessi sértæku heiti og störf að þróast í að vera bara hótelstarfsmaður. Þetta eru orð eins og piccolo sem að hefur verið yfirfært sem bellboy, en það sá sem að flytur töskurnar þínar fyrir þig með þér upp á herbergi af því hann svarar kallinu í móttökunni þegar það kallað á hann með bjöllunni. Þá kemur litli starfsmaðurinn, piccolo þýðandi lítill eða minni útgáfa af einhverju og ber töskurnar þínar fyrir þig.
Það er þó nokkuð einfalt að búa til orð fyrir þetta á íslensku. Það er hægt að vera töskuberi og það er alveg séns að þetta hafi einhver tíma verið til, en þetta hefur þá náð að deyja út og er ekki allavega þannig séð hluti af málinu. Og svo kannski eins og þriðja sem að er aðeins langsóttara en finnst þó alveg, það er hugmyndin liftman. Þar sem að einhver bókstaflega vann við það að standa í lyftum í þeim ríkari byggingum sem að áttu fyrir því að reka lyftur, sem voru þá til dæmis hótel og kannski fínni blokkir í gamla daga, eða þá skýjakljúfar, which is a pretty cool word for skyscraper. It's a cloud cleaver. Þar sem að einhver vann við það að standa í lyftu og bíða eftir að einhver kæmi og myndi þá vera ábyrgur fyrir því að skila þér örugglega á réttri hæð þegar lyftur voru ekki orðnar jafn þróaðar og öruggar að þú getur bara ýtt á takka til þess að komast á hæðina sem þú vildir. Þetta náði aldrei að verða til á Íslandi, allavega ekki þannig að við fengjum starfstitil á þetta fyrirbæri. Þetta er auðvitað sértækt dæmi. Ég er búin að vera fastur innan lúxus hótelreksturs orðaforðans, en dæmi lík þessu er að finna í öllum kimum málsins og verður sanngjarnara í samanburði ef við förum að tala orðaforða sem að er tengdari og verður með léttara móti sambærilegri milli samfélaga. Eins og til dæmis ef við tölum þá list að búa til þök með stráum sem að við náttúrulega gerum ekki lengur í nútímanum. Þetta er eitthvað sem að var gert á miðöldum og mögulega aðeins upp úr miðöldum áfram. En þá getum við sett samanburðarlínu á milli Íslands og þá Englands innan þessa samhengis, ef að Thatcher er algjörlega enskt orð. Og við segjum að það er ekki til orð fyrir Thatcher á íslensku. Allavega ekki sem ég hef kynnst eða séð. Það er ekki til að vera stráari eða strámaður, strerill. Nei, það meikar ekki sens fyrir mér og ég hef ekki kynnst þessu áður. Af þessari tengingu má álykta að mögulega höfum við ekki verið með stráþök á Íslandi sem reynist vera rétt. Við vorum ekki í þéttbýlum á Íslandi fyrr en mjög seint. Reykjavík verður ekki til af alvöru og í sinni borgarlegu mynd fyrr en í kringum lok 19. aldar. Og hvar ættum við að finna svona fín en þykk og sterk strá sem að gæti þolað íslenska veðráttu með öllum sínum frostum og vindum. Það bara gengur ekki fyrir okkur. Við vorum þá frekar með torfþök, þar sem við hreinlega tókum grasvaxna jörð, skárum upp og lögðum ofan á hús okkar til þess að geta einangrað okkur frá kuldanum og þá látið eins og við búum undir jörðinni, af því að tæknilega séð þá ef að jörðin er þakið okkar, þá búum við undir jörð.
ekki satt. Þannig mér finnst þetta allavega nokkuð áhugavert og gæti verið eitthvað til að pæla í fyrir þig. Þetta er sérstaklega áhugaverð athugun innan íslenskunnar af því að með því að skoða þessar sögur samfélagana við hliðina á hvort öðru þá sjáum við hvað íslenskan er föst í fortíðinni af því að við hreyfðumst svo hægt. Við vorum á miðöldum þangað til við komumst að 20. öldinni. Það er mjög stórt sagt hjá mér og það er eflaust til fullt af fólki sem að langar að vera ósammála mér, en í einhverri mynd þá skilur það fólk allavega hvað ég á við. En ég hugsa að ég hafi þennan þátt ekki mikið lengri. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.